Það mikill uppgangur á öllum sviðum í Grindavík. Þar byggt af krafti þessa dagana. Það reyndar ekkert skipulag á byggingasvæðinu, enda smiðirnir frá 8 ára aldri og hafa nokkuð frjálsar hendur þegar kemur að smíðinni. Kofabyggðin í Grindavík nýtur mikilla vinsælda. Strax við opnun byggingasvæðisins á mánudag voru mætti þangað 30 krakkar, vopnaðir hömrum og nöglum, tilbúnir til að ráðast í kofabyggingar. Hjalti Steinar Guðmundsson, umsjónarmaður opinna og grænna svæða í Grindavík, hefur kofabyggðina á sinni könnu. Hann átti alls ekki von á þessum fjölda barna í smíðavinnuna og því þurfti mun meira byggingarefni á staðinn en gert var ráð fyrir. Þið fáið bara 30 krakka hérna strax, þetta er náttúrulega miklu meira heldur en þið áttu von á. Já, ég var kannski að búast við svona 10 mestalagi 15 krökkum. En þetta var bara flott að geta haldið svona úti, það er bara flott. Ég sé að það er svolítið mikið meira stelpum en heldur en strákum, er það ekki svolítið óvanlegt? Jú, reyndar, en það er bara flott að fá svo flesta stelpur líka, bara flott, glæsilegt sko. Og hvernig byggið þetta upp? Þið eru að skaffa byggingarefni og þau koma með verkfæri og nagla? Já, við reddum öllu byggingarefni og þau kom bara með öllu verkfæri og það sem þarf í það. Ég sé þið eru með nóga vörubrettum en svo bara gæða timbur. Já, þetta voru svo margir krakkar sem komu að við erum í marga daga að rífa í sundur brettin hérna. Það var ekkert annað en að gera en að fara í Bíkó í Keflavík og kaupa alveg efni. Hvað átt eftir að standa lengi? Þetta bara, vonandi bara fram á haust. En með byggingarhraðin í dag þá voru nú örugglega búið með allt byggingarefni bara í fyrramálið. Já, ég kom með leyfi til að fara heim á kvöldin og taka efni í bakaleiðinni út í Grindavík.